Frábært, afsakið þetta og takk fyrir. Það sem ég langaði svona aðeins að kannski stikla á hérna í upphafi, að það eru svona kannski svona nokkuð praktísk mál. Þessi fundur textaður fyrir þá sem það þurfa á að halda og það hefur verið sendar út leiðbeiningar myndtexta til þáttakenda. Þá er einnig aðgengilegu texti fyrir þáttakendur sem skráður eru og vilja fá enskan texta. Og til þess er notað sérstakt Google Docs-skjal sem er aðgengilegt í leiðbeiningaposti sem sendur var út í dag fyrir þennan fund. Og þar má lesa það sem fer fram á fundinum jafnóðum og það er sagt. Það voru ítarlega leiðbeiningar sendar, einnig upplýsingar þau svona viðfangsefni sem við ætlum að ræða hérna saman og eftir. Og ég vil líka minna fólk hér á að þessi fundur er tekin upp. Dagskráin hér er að ég ætla hérna að dvelja svona við þessa spurningu af hverju lýðræðisstefna og eyða kannski svona 10 mínútum í það. Okkur í umræður og við höfum skipulagt að því ég held skemmtilegar svona umræðupunkta fyrir ykkur fundargesti til þess að glíma við. Við viljum svona byrja á því að hafa skoðun á því hvað framtíðin gæti borið í skauti sér fyrir lýðræðismál hjá Reykjavíkurborg. Og við viljum einnig velta fyrir okkur hvaða markmið væri eðlilegt að setja með lýðræðisstefnu yfir höfuð. Svo ætlum við nú að heyra hans í hópunum og við sjáum til hvernig það gengur. Þetta er auðvitað ákveðin tilraun að vera með netfund lýðræðismál og það er mjög svo viðeigandi. Við gerum ráð fyrir að slíta þessum fundi svona 9 og það gæti kannski svona lekið eitthvað yfir 9 ef vel gengur að svona fá umræður frá hópunum. Bara svona til þess að setja þessi viðfangsefni í stutt samhengi, þá langaði mig kannski aðeins að stikla á stóru. Á síðasta kjörtímabili vann starfshópur drög að lýðræðisstefnu sem var lögð fram í apríl 2018 en ekki tókst að samþykkja hana fyrir lok kjörtímabilsins. Þessi drög og sú mikla vinna sem þar var unnin hefur verið höfð til hliðsjónar í því ferli sem nú er viðhaft. Og í september 2019 samþykkti mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð að skipa stýrihóp til þess að móta þá nýja stefnu í lýðræðismálum með það markmiði að efla samráð við borgarbúa og formgera enn frekar möguleika þeirra til áhrifa á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Og það snýst auðvitað það snúast þessi mál. Lýðræðisstefnan á að vera í senn leiðarljós bæði fyrir íbúa borgarinnar og stjórnkerfið það með hvaða hætti íbúar koma að ákvarðanatöku í þá ýmsum verkefnum Reykjavíkurborgar. Síðan þetta var sett á stað hefur auðvitað margt gerst og COVID hefur vissulega tafið fyrir þessu ferli mjög svo. Þessi fundur átti upphaflega að vera í mars á Kjarvalsstöðum, svo dæmi sé tekið og við erum augljóslega ekki þar. En það er kannski bara allt í lagi, það er nú veðurspáin og ekkert sérstök í kvöld. Og ég held að við séum bara í ágætismálum að vera bara oft hér heima fyrir og taka þátt í þessum fundi. Markmiðin með lýðræðisstefnunni eins og samþykktin sem stýrihópur vinnur að er að efla samráði borgarbúa. Og það er einnig að formgera enn frekar möguleika borgarbúa til áhrifa á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Og eins og ég sagði áðan, þá á lýðræðisstefnan að vera í senn bæði leiðarljós fyrir íbúa borgarinnar og stjórnkerfið með hvaða hætti íbúar eigi að koma að ákvörðunartöku í verkefni. Víðtækt samráðsferli hefur verið í gangi og tengist þessari vinnu stýrihópsins og hér ætla ég kannski bara svona stikla á stóru. Opinn samráðsvefur og Betri Reykjavík hefur verið uppi á netinu. þar sem kallað hefur verið eftir hugmyndum, ábendingum og umræðum innihald og aðgerðir í lýðræðisstefnu og það er hægt að kynna sér þetta á Betri Reykjavík. Það voru haldnir núna í vor rýnihópar þar sem fulltrúar og borgara komu saman og veru beðnir að setja fram sínar hugmyndir og vangaveltur og auðvitað höldum við utan allt þetta efni enda mikilvægt við mótun stefnunar. Þá er verið að vinna hérna móti stjórnsýsluborgarinnar, það verið að skoða þá hvernig ferlar og hvernig borgin skipuleggur sig til þess þá að geta tekið á móti sjónarmiðum og tekið þátt í auknum mæli með lýðræðislegri umræðu. Og það er nú skammt eftir að þeirri vinnu, einn fundur eftir í svona innra starfi borgarinnar sem tengist þessari vinnu. En hvar erum við stödd? Auðvitað svona þau eitthvað sem þekkja til stefnumótunar vinnu, þá erum við auðvitað gjarnan að skoða hvar við erum stödd til þess að geta varða leiðina fram á við.
Og í þeirri vinnu sem við höfum verið í síðustu mánuði höfum við verið að skoða styrkleika, veikleika, tækifæri og áskoranir sem tengjast þessu viðfangsefni. Við höfum komist að því að það ýmislegt sem má bæta, en það ekki síður margt sem vel gert. Víða í starfsemi Reykjavíkurborgar má finna ýmiss konar samráð, sumt af því lögbundið og annað ekki. Eitt af því sem við erum að sjá kannski betur og betur, til dæmis í gegnum þessa vinnu, að það þarf að tengja betur saman ferla innan stjórnsýslunnar og þá sér í lagi til þess að efla upplýsingagjöf þau fjölmörgu verkefni sem í gangi nú þegar. Við þekkjum auðvitað þátttöku lýðræðisverkefni Hverfið mitt sem hefur mælst afar vel fyrir og flestir þekkja, en það þekkja kannski ekki allir önnur verkefni sem tengjast þessum málum eins og íbúðaráð Reykjavíkurborgar eða fjölmenningarráð eða ungmennaráðið og ýmiss konar notendasamráð sem virt alla borg. Og á þetta hefur verið bent og úr þessu þarf að bæta. Í samráðsgáttina á Betri Reykjavík undanfarna mánuði hafa komið inn þó nokkuð margar hugmyndir. Til dæmis hafa komið hugmyndir að kjósum einstök mál samhliða öðrum kosningum. Það hafa komið fram hugmyndir opna borgarafundi. Það hafa komið hugmyndir bætt vinnulag við grenndarkynningar, svo nokkur dæmi séu tekin. Allt þetta til umræðu hér á þessum fundi í kvöld og það sem eftir lifir kvöldsins og það ykkar hlutverk að tala og okkar hlutverk að hlusta. Við erum hér auðvitað að ræða leiðir, lausnir og hugmyndir. Við höfum sett upp skema og lykilspurningar sem gagnlegt að fá sjónarhorn á. Ef áhuga á því innan hópa sem hefja nú störf hér á þessum netfundi eftir stutta stund að ræða önnur umræðuefni en við leggjum til, þá það sjálfsagt mál. Við minnum auðvitað líka á opnu samráðsgáttina á vefnum, þar sem hægt að fara inn á og leggja í púkið hugmyndir og athugasemdir og þá sér í lagi ef það vakna upp hugmyndir í kjölfar þessa fundar. Það nú oft þannig þegar við komum saman og byrjum að ræða eitthvað, það oft erfitt að kortleggja allar okkar hugsanir á 1,5 tíma, endilega taki þátt í þessu verkefni og gáttin verður opin á næstu vikum. En aðeins fyrirkomulag fundarins. Fljótlega verður þessi fundur brotin upp og þáttakendur komum sér fyrir í smærri herbergjum. Ég held að við séum að horfa á það að geta unnið hér í jafnvel 3 eða 4 hópum. Hópar sem koma saman þurfa að kynna sér nokkur hratt viðfangsefnið sem til umræðu, að nota þessa stuttu kynningu sem ég hef verið með hér og skoða síðan verkefnin sem liggja fyrir fundinum. Það sem mikilvægt að gera að hópar komi sér saman það sem við köllum talsmann. Það kannski einhver sem fær það hlutverk að halda utan umræðuna, tryggja það að allir fá að segja sína skoðun og síðan væri gagnlegt að hver hópur komi sér saman ritara og ritari getur haldið utan umræðuna og kortlagt og það væri mjög gagnlegt fyrir okkur sem erum hér að skipuleggja þennan fund að fá síðan fundapunkta og sjónarmið hópanna send til okkar og við munum senda út netfang á eftir sem gott væri að fá þessi gögn á. Það væri gagnlegt að heyra í hópum þegar fyrstu umræðinu lýkur. Það þá talsmaður sem fer kannski yfir helstu punkta sem framkomu hjá ykkur og okkur sýnist það að við gætum líklega heyrt í öllum hópum. Fundurinn ekki það stór að við ættum að geta komið því fyrir og það bara mjög skemmtilegt að geta gert það. Við hér erum nokkur í borgarstjórnarsalnum eins og þið sjáið og við erum til taks ef spurninga vakna. Og við munum koma inn í vinnuherbyggin til þess að spyrja bara hvernig gangi og hjálpa til og forvitnast. Þannig að láta ykkur það ekki koma ykkur á óvart. Umræðupunktana sem ég nefni og kynni hérna, þeir verða einni birtir í herbyggjánum, þannig að þið fáið þetta allt í hendurnar eftir stuttastund. Þá ætlum við að vinda okkur í umræður og við köllum þetta vinnulótu 1 og þetta kannski umræðulóta sem kannski tekur 25 mínútur cirka. Og þetta dálítið skemmtilegt verkefni sem við höfum sett saman með svona dálítið jákvæðum yfirbragð. Vinnulóta 1, hver væri æskileg staða og við ætlum að ímynda okkur svona hvernig framtíðin gæti litið út. Og hérna eru svona settar saman svona nokkrar fullyrðingar sem við ætlum að vinna með á fundinum.
Hér á netfundi í októbermánuði, þetta nú árundar að vera nóvembermánuður, í nóvembermánuði 2020 komu íbúar borgarinnar saman og ræddum lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar. Ímyndum okkur nú að í kjölfar fundarins hafi verið sett af stað verkefni að hálfu Reykjavíkurborgar sem styðja við 3 fullyrðingar sem við sjáum hérna á næstu glærum. Fullyrðingarnar eru lýsing á æskilegri stöðu innan 3 ára eða undir lok árs 2023. Við sjáum að borgin hefur náð miklum árangri í að efla lýðræðislega þáttöku. Við ætlum að nýta þessar fullyrðingar og láta þær hjálpa okkur í þeirri vinnu sem framundan er. Hver væri nú æskileg staða undir lok árs 2023? Ég held og vona að við gætum öll verið sammála að þetta væri mjög svo æskileg staða sem hér kemur fram. Fullyrðing 1. Lýðræðislegt og skipulagt samtal við borgarbúa hefur aukið gæði ákvarðanatöku jafnt og þétt. Fullyrðing 2. Borgarbúar upplifa að hlusta sig á skoðanir þeirra og að ákvarðanir málefni borgarinnar séu teknar á gagnsæjan og lýðræðislegan hátt. Reykjavíkurborg hefur leitað nýrra leiða til að efla lýðræði í borginni til framtíðar sem hefur skilað sér í aukinni þátttöku allra borgarbúa og ólíkra hópa í lýðræðislegri umræðu. Ég nú erfitt með að gera upp á milli þessara fullyrðinga en ég ætla samt að gera það og ég sjálfur mikill áhugamaður fullyrðingu 3 og ég held að þessi fundur hérna sé til dæmis dæmi mögulega einhverja nýjungar sem væri hægt að taka upp ef þetta að reynast vel, netfundir til dæmis. Við ætlum að vinna núna saman í 25 mínútur, við ætlum að rýna þessar fullyrðingar og bera kennsl á hvað það var sem Reykjavíkurborg gerði til þess að komast í þessa stöðu. Og til þess hafið þið bara svona 3 spurningar sem þið glímið við og látið sjónarmið og hugmyndir ykkar koma fram. Þessu blaði hefur verið deilt með ykkur og það verið mjög gagnlegt að fundarritari horfi til þessa skapalóns þegar að ritari svona reynir að fanga þann anda sem verður í hópvinnunni hérna eftir stuttastund. Spurning 1. Hvernig gat Reykjavíkurborg aukið gæði í ákvarðanatöku með bættum lýðræðislegum ferlum og samtali við borgarbúa? Spurning 2. Hvað gerði Reykjavíkurborg til að sýna borgarbúum fram á að hlusta væri á þeirra skoðanir? Og spurning 3. Ræði hvaða nýjungar borgin tók upp til að auka þátttöku borgarbúa í lýðræðislegri umræðu og til að ná til allra hópa innan samfélagsins. Nú eru fundurinn brotin upp, ekki óttast, við komum inn í hópastarfið ef það einhverjar spurningar. Viðfangsefni verða birt inn á ykkar fundi og við erum að gera ráð fyrir 8-10 þátttakendur í hverjum hópi, mögulega minna. Það kemur í ljós, þetta tekur örstutt stund að brjóta fundin upp og þau sem taka þátt í fundinum á ensku og eru þá væntanlega að lesa mín orð í samantektina á vefnum verða í sér hópi. Hefjum nú leika og fundurinn verður nú brotin upp og ég ætla að hafa hérna þessa glæru hérna uppi á meðan og við hittumst hérna eftir skamma stund. Jæja, góðu gestir, við erum nú samankomin aftur á stóra fundinn og nú svona þessari fyrstu vinnulótu lokið. Þetta hefur verið svona, ég held að við höfum náð svona virku starfi í 4 hópum og það bara mjög gott. Það sem væri nú mjög gaman núna að fá að heyra aðeins svona stuttlega frá hópunum ef þið hafið svona náð að koma umræðin á flug. Og ég ætla nú kannski bara að hafa svona þessar spurningar eða þessi umræðu efni sem við lögðum til grundvallar hérna uppi við. Einhver frá hópi 1 sem vildi kannski koma inn á fundin og stikla svona á stóru. Hvað kom fram hjá ykkur? Einhverja svona sjónarmið og hugmyndir sem komu fram? Númerinn á hópunum ekki alveg skýru. Við komum ekki númer hvað við vorum. Já. Ég held að ég sé númer 1. Þetta var ekki mjög skýrt. Andrés, Anna, Ásdís og Björn í fyrsta hóp. Einhver þar sem vil svona segja stutt frá? Já, ég tók saman þetta því. Heyrðu í mér? Já, flott. Ég held að gleðist að telja mig upp. Já, fyrirgefið, afsakið. Ég þetta. Já. Endilega Björn, hvað segið þið? Hvernig gekk? Úps, nú heyrist ekki í þér Björn. Það gekk bara vel, við ræddum ýmislegt.
en svona, svo settum við saman nokkra punkta það sem var á glærunum. Já. Og svona almennt var fólk vill kannski meira svona fljótari aðgerðir og svona minni framtíðarplön, eða þess að það mörg ferli til nú þegar sem að okkur í hópnum fannst eins og mætti nýta fyrr, bara til dæmis fleiri kynningar fyrir íbúa og svona auðveldara fyrir íbúa að koma með umsagnir mál og svo dæmi tekið líka að hafa samtök beðið að hafa íbúakosningar og það hefur reynst erfitt og það var svona, og þá lendum við á að velja númer 2, það svo sett þarna af 3 fullyrðingunum að þá var það sérst að þeir vilja þessi hlusta meira á þá og það sé svona gagnsær og lýðræðislegri vinnubrögð frekar heldur en að fara að plana eitthvað nýtt, eitthvað nýtt tól, ekki vera að finna upp hjólið, heldur betra að bara bæta það sem fyrir og svo var að vera að tala aðgengi, það sé mikilvægt að sé auðvelt fyrir fólk að nota þessi tól, sumum finnst erfitt jafnvel að skrá sem rafrænum skilríkjum, öðrum fannst auðvelt og svona almenn ánægja með Rafræn Reykjavík, hugmyndasamkeppnina og í raun svo var tekin líka dæmi það sem eru stóra framkvæmdir og kannski kynntar árið 2004 en farið í þær 2020, þá rosalega erfitt fyrir fólk að vita að þetta standi til þegar þetta kynnt svona langt á undan og ef ég fer þá í vinnulóta glæruna og bara gerir samantekt á þessu, það var sem sagt hvernig gat Reykjavíkurborg aukið gæðin, þá var það fleiri kynningar og alltaf kynningar ef það eitthvað stórt mál sem stendur til og leyfa íbúum að gera umsagnir með auðveldum hætti og auðvelt aðgengi og hvað getur Reykjavíkurborg gert til að sýna að vera hlustað, það þá að væri til dæmis að hafa reglulegt fréttabréf og svo var líka nefnt að hafa sérstaka Facebook-hópa sem borginni með en þá kæmi fyrir hvert mál var hægt að sjá spurningar og svör samantekt eða geti líka verið samráðsgátt eins og Alþingi með og jafnvel fleiri svona kosningar eða skoðanakannanir meðal íbúa og hvaða nýjungar geti borgin haft til að auka þáttöku borgarbúa, það var svona aðalega bara, þetta var svona aðalega bara þessum nótum, það þarf ekki að koma eitthvað rosalega nýtt flókið dæmi, þetta bara svona hafa kynningar, leyfa fólki að taka þátt með auðveldum hætti og að sé hlusta á þau, að það sé einhvers konar hægt að hafa samband og koma sínum sjónum með framfæri. Þetta samantektin frá OP1. Það eru bara aldeilis frábært, Björn, þetta bara mjög gagnlegt að fá þetta upp. Þið hafi bara náð býsna langt í ykkar umræðu og þetta alveg frábært að fá þetta og endilega haldið utan þetta. Við ætlum að biðja hópunum að vinna áfram saman í styttri umræðuhring hérna rétt á eftir. En það væri gaman að heyra frá öðrum hópum, einhver sem vill taka af skarið, fyrst að við vorum ekki alveg með númerin á hreinu. Martin, takk til okkur hérna. Já, frábært, endilega komdu inn. Hvernig gekk? Við vorum í ég vilja halda eitthvað aðeins utan með það. Við svona ræddum þetta svolítið. Okkar helstu hugðarefni. Mörg þeirra fóru svona út frá brotalöfum í lýðræðisferlinu að sumt hvað voða fínt og gegnsætt. Sumt hvert voða gegnsætt og fínt en annað sem koma svona bútar sem eru síður og íbúraðin til dæmis þetta fer þarna inn í hverfi mitt, einhverja hugmyndasafnin, séðan fer þetta inn í íbúraðin og sem poppar inn í kosningunni í lokin en svona þetta millibils skref kannski svolítið svolítið myrkt og maður sér ekki alveg hvað í gangi þar og fólki finnst fólk hefur svona tilfinningu sé ekki alveg skynsamlegustu rökstuðningurinn þar. En við tölum svona nokkra hluti sem við myndum kannski vilja sjá eftir nokkur ár
að svona einhverju hluti sem að borgin geti gert og það til dæmis að einmitt að rökstuðningi í þessum ákvarðanatökum væri gerð betri skil og það væri kannski líka svona aðeins skýrari rammi í þessum verkefnum. Oft kemur bara einhverja gríntillögur sem að ganga í gegn vegna þess að það bara lítið þáttaka og sem líka hlutir eins og öryggismál og bara sjálfsagt viðhald sem að ákvæmst ekki endilega þátt í þessu. Það mætti kannski vera skýrari rammi til þess að koma í veg fyrir að það rati inn í svoleiðisverkefni. Og sem var líka talað aðeins að þegar þess að kom í gegn að laga svolítið tæknilegu úrvinnsluhliðina. Síðan einmitt vegna þessar tillögur eru kannski ekkert alltaf innan þessa ramma, það kannski þyrfti vettvang þar sem hægt að útvíkka betri Reykjavík yfir í einhver önnur verkefni eins og listahátíð og stuðning ef einhver vill bara bjóða vill bara styðja einhvern skóla í hverfinu, kaupa iPada í eitthvað svoleiðis. En sem líka kannski einhver önnur verkefni sem aðrir channelar sem að borgin hefur upp á að bjóða styrkveitingar og eitthvað svoleiðis sem að bara fólk veit ekki af. Svo það vantar kannski þessa vettvanga fyrir fólk til þess að beina sínum hugarefnum inn. Síðan vantar líka kannski upplýsingagjöfin, einmitt að fólk veit ekki alveg af öllum þessum bara ábendingavegurinn, það veit ekki einu svona allir af honum. Svo vantar kannski svolítið meiri upplýsingagjöf til fólks, annars vegar bara samfélagsins og sem líka kannski sér í lagi fólk sem höfður ekki íslensku á móðurmáli. Frábært, takk Martin, þetta bara mjög gagnlegt, rosalega góði punktar og klárlega einhver tækifæri til þess að skoða mörg mál þarna betur. Og ég minn ykkur á það að það gagnlegt að við séum að heyra á milli hópana núna af því að við getum líka þá tala líka á breiðari grunni þegar við tölum núna saman eftir nokkra mínútur í æfingu 2. Það hópu 2 og þar var hún Dögg sem mér skilst að hafi verið svona talsmaður hópsins. Passar það? Viljið þið svona segja okkur svona stuttlega frá hvernig umræðan gekk fyrir sig hjá ykkur? Já, ég var ekki kosin talsmaður en ég var ritari þannig að hjá mér, það er verið að bora á efri hæðinni hjá mér, ég vona að leyfa mér að kynna þetta. Það er bara partur af takk smá pási. Ég ætla bara að setja inn punktana við, þetta gekk ágætlega, við þurftum aðeins tíma til að koma okkur á stað og það vantaði aðeins að við náðum að klára 3. punktinn. En ég byrja bara á 1. punktinum, við setja í chatið. Sem sagt, til þess að Reykjavík gæti sagt að með auki gæði í ákvarðanatökum, þá fannst okkur þessar fullyrðingar yrðu að passa. Það er sem sagt að aðgengi upplýsingum var skýrt, áttin að við verið auðvelt í notkun og aðgengi upplýsingum var einfalt. Að ferli í ákvarðanatökum var gagnsætt og myndrænt skema var ein hugmynd notað. Þess að auðvelda þessa yfirsýn yfir ferlin og að grasróta vettvangur var skapaður þar sem borgarar voru upplýstir og gátu að koma hugmyndum sínum á framfæri. Þá er það bæði fræðsla og tenging við grasrótina. Það var svona sem tengdist gæðunum og þegar kom að punkti númer 2 þá vorum við að tala tímasetningu sem þetta leikja inn í chati. Það fannst okkur mikilvægt að það veri borgurum skýrt hvenar væri hlustað á þá. Ákvarðanir sem kannski eru teiknar langt fram í tíman og það eru kannski ekkert svigrúm þá til að hlusta í miðju ferlinu til dæmis. Þannig að tímasetning samráðs og hlustunar þurfti að vera skýr frá upphafi ferlisins og þetta pólitíska samhengi og planið yrði að vera aðgengilegt borgurum. Í rauninni líka frá upphafi til þess að vita svona innan hvaða ramma verið að spila. Og svo að það borgarum myndi rauninni vita síðan hvað verður mínar hugmyndir. Að það væri einhver svörun
það var hægt að spegla síðan í ákvörðunartökunni, þú veist, var hlustað á mig eða ekki. Og svo náðum við bara mjög stutt að eiginlega ekkert að ræða síðasta punktinn. Þetta kom einn punktur fram líka í tengslu við hlustunina að sem sagt við vildum að veri skapaði vettvangur til þess að tengja hagaðila inn í ákvörðunartöku sem ekkert endilega veri borgarar. Við getum ekki látt hagsmuna gæta í tengslu við ákvörðunartöku í borginni líka. Og ég tók inn í það sem var bent á, við ræddum það ekkert sérstaklega síðasti punkturinn, kannski þessi myndræna framsetning, bara hvernig upplýsingar eru settar fram, að það er orðið nýjungar þar til þess að auðvelda yfirsýn og gagnsæi líka. Og endilega þeir sem voru með mér í hópnum með endilega bæta einhverju við ef ég er að gleyma einhverju. Þetta sé bara alveg frábært að fá þessa punkta eins og aðra. Þetta alltaf skemmtileg nálgun með myndrænu ferlana. Þetta náttúrulega kannski alltaf nýtískulegt að reyna að gera kannski oft flókna hluti einfalda með myndrænum hætti. Það alveg klárlega eitthvað sem held ég að við skráum niður og skoðum. Það einn hópur eftir og við þurfum kannski að vera alltaf snögg til því miður. Við ætlum að fara í skarpa umræðu aftur eftir síðustu kynninguna frá hópi 4. Ævar, það rétt hjá mér? Ætlar þú að segja stuttlega frá svona ykkar umræðu? Nei, það þann... Ég Ásta. Já, flott fyrir gefið Ásta, endilega, komdu inn, takk fyrir. En ég var með Ævar í hóp. Já, akkurat. Já. Við vorum þess að 2 svona íbúar sem höfum tekið þátt í íbúalýðræði þeim megin og síðan 2 starfsmenn Reykjavíkurborgar, þannig að þetta var mjög gott jafnvægi. Hef ég mjög stuttan tíma? Já, nei, endilega farðu bara yfir, við finnum út úr þessu öllu saman. Já, ok, við vorum svolítið lengi að komast í gang og við vorum svona 2 að koma inn á fundin bara akkurat þetta byrjaði, þannig við vorum ekki alveg með jafnvel undirbúin. Einmitt. Þannig við tókum fullyrðingarnar sem komu fyrst, við sagðum bara þessar fullyrðingar ættu að bara geta lýst stöðunni eftir 2 ár, af því að það hefur bara sýnt sig og sanna að samráð lykilatriði, samráð við borgarbúa lykilatriði í lýðræðinu og það skila sér í góðum hlutum út í borgarumhverfinu og það þarf að vera formgert. Og þetta var sem er komið skýrt bæði svona frá þeim sem að vinna inn í kerfinu og frá okkur íbúunum. Ég sem sagt siti í íbúaráði Vesturbæjar og íbúasamtökum. Okkur fannst öllum held ég svona vera með góður vilji til þess að vera búa til þessi kerfi og undanfarin ár hefur það sýnt sig, en svo þetta bara allt of flókið og allt of margar ólíkar leiðir inn í kerfið, inn í borgarkerfið og það mætti þá kannski bara setja það sem staðhæfingu að eftir 2 ár ættu borgarbúum ekki að líða þannig að þeir þurfa að vera sérfræðingar í borgarkerfinu til þess að eiga í samtali við borgina. Til dæmis þá finnst okkur, þetta of mikið að vera með hverfiskipulag, að vera með betri Reykjavík, betri hverfi, athugasemdir við deiliskipulagstillögur, kynningarferli, þetta allt og margt ólíkt, ábendingar til borgarinnar og borgarbúi vita ekki alltaf hvað hvað og hvað á erindi hvar og hvers konar verkefni eiga heima hvar. Þá kom, það var flókið, við ræddum aðeins svona hlutverk grenndarstöðva og þjónustustöðva, þjónustumiðstöðva innan hverfana, og hvert hlutverk þeirra gæti verið og okkur fannst eins og það væri hægt að efla svona snertifleti inn í hverfunum í gegnum jafnvel þjónustumiðstöðvarnar og þá vildi ég líka benda á að því ég siti í íbúaráði sem náttúrulega frekar nýtt fyrirbæri núna að það eru 3 úr borgarfulltrúar og svo eru 3 úr grassrútinni að þetta ég held að það sé miklu möguleikar þarna, að því þarna hægt að tengja við bakgrunn líka og fara inn í skólaráðin og fara inn í ólíka félagsstarfsemi og ef þjónustumiðstöðvarnar kæmi líka inn í hverfin með meira starf, við tölum um Gerðuberg, hvað það svona til fyrirmyndar og við vorum náttúrulega líka að ræða bara hvað þessar stafrænu samráðsgáttir þarf að samræma og gera miklu auðveldari. Og þá tekið undir síðasta ræðum líka með svona að sýna
bara ferlið betur hvar maður staddur í tímalínunni til dæmis, það var betri hverfi, það væri hægt að, eða deiliskipulagstillögur, það væri hægt að gera þetta allt miklu aðgengilegra. Og við lögum líka áherslu á aðgengi fyrir alla, fyrir fólk á erlendum uppruna og aldraða, þannig að samtalið væri sem breiðast. Aldeilis frábært að heyra þetta frá ykkur. Ég verði nú bara að viðurkenna það að þið komist alveg býsna langt og alveg ótrúlega stuttum tíma. Bara frábært að heyra þetta. Það sem við ætlum að gera núna, nú höfum við aðeins heyrt á milli hópana og það eru strax sjónarmið uppi sem væri hægt að vinna með og dýpka. Og það sem við ætlum að gera núna er að ræða áfram saman þessi mál, en við ætlum núna að horfa til þess hvaða markmið það gætu verið sem við myndum leggja til grundvallar nýrri lýðræðisstefnu. Og þá mættu þið gjarnan auðvitað nota þær hugmyndir sem að koma fram hérna á þessum fundi, en einnig náttúrulega bara halda áfram að ræða saman þessi mál. Við ætlum að halda sömu hópum og ástæða þessir auðvitað, nú eru þið bara orðin bara betri í umræðinu en áðan, við erum búin að ræða þeim saman og ná að slípa okkur til. Þannig að núna ætlum við bara að hafa 20 mínútna vinnulotu og verkefnið er hér, hver eru markmiðin, hver ættu markmiðin með lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar að vera, gætu þau verið mælanleg markmið, er hægt að mæla lýðræði og hvernig? Þetta eru bara áleitnar spurningar sem væri gagnlegt að fá endurgjöf á og þið komist bara eins langt með þetta og mögulegt er og kynningarnar hérna í lokin verða ef til vill bara aðeins styttri en nú þegar við fórum eiginlega bara svona býsna langt inn í starfhópana bara núna í þessum kynningum sem eru núna baki. Þannig að vinnulota 2 er að hefjast, þetta er vinnublaðið sem þið hafið og verða sett inn á chat-þræði hópana aftur, hugmyndir af markmiðum, ef þær geta komið fram frá ykkur þá mættu þið gjarnan skrifa það niður hérna vinstra megin á blaðið og síðan hvernig getum við mælt árangur ef þetta eru markmiðin okkar. Þannig að núna skiptum við fundinum aftur upp í sömu herbergju áður og hittumst hér aftur eftir 20 mínútur og kæra þakki fyrir frábæra vinnu hingað til og ég hlakka til að heyra í ykkur eftir 20 mínútur eða svo. Takk. Jæja, fundar fólk, nú erum við komin hérna að lokum á vinnulótu 2 og það verður nú bara afskaplega spennandi að heyra og sjá hvernig þetta hefur gengið fyrir sig. Þetta var nú styttri og knappari umræða heldur en var áður. Núna er klukkan bara við það að slá í 9 og við ætlum nú að reyna að vera ekkert að fara hérna mikið yfir 9. Þannig að það væri bara mjög gaman að heyra aftur í hópunum og kannski við byrjum aftur á hópi 1. Og hérna kannski bara reyna að afmarka svona frásögnina við 1 mínútu. Björn, ertu þarna? Hvernig gekk hjá ykkur í þetta skipti? Það gekk bara mjög vel. Samantekt frá okkur. Ég ætla að senda hérna í spjalli tengil með samantekt, þið getið lesið þetta nánar. Aldeilis fínt. En hérna, markmiðin 3 sem við komum fram fyrsta markmiði hafa mikla þáttöku íbúa í lýðræði og ákvörðunum og auðvelt að gefa álit. Þetta er mælt með því að sjá hversu margir íbúar taka þátt í þessum ferlum. Eins og til dæmis þessi fundur, það eru mjög fáir að taka þátt í rauninni með að við fjölda í borginni. Markmið 2 að hafa yfirlit yfir alla framkvæmdir, hvort þær voru kynntar og hvort það var gefin kostur á umsögn. Og þetta er mælt með því að sjá hvort bara að hafa yfirlit yfir alla framkvæmdir og bara tick í box hvort þær fóru gegnum þetta ferli. Og markmið 3 var að koma á fót sáttarferli sem að íbúar geta virkjað. Og þetta er bara mælt með því að mælum þannig að það voru möguleikar fyrir íbúa að koma með einhvers konar, að setja í gangi einhvers konar sáttarferli. Af því að núna finnst íbúum stundum eins og þegar þeir það er oft ekki svarað erindum eða svara með skætingi eða oft bara erfitt að taka þátt í bara ákvörðunarferlum í borginni. Það frábært að heyra þetta, Björn. Bara takk fyrir þetta og gaman að þú sett að deila efninu með fundinum.
Það alveg merkilegt bara hvað þið náið langt einhvern veginn að tala árangursmælingar af því að það nú oftar en ekki það sem erfitt í markmiðasetningu en frábært innlegg í þessa vinnu. Ef við ekki bara að svindla eins og áðan, var það ekki hópuð 3 sem kom næst áðan, það ekki Martin, hvernig gekk hjá ykkur, viltu koma inn og svona segja stuttlega frá ykkar vinnu? Já, við fórum í gegnum þessi 3 mál, fundum 3 markmið. Fyrsta markmið var að sem flestir tæki þátt á sem breiðustu grundvelli og svolítið svipað eins og hópum á undan, þá vorum við að velta upp að þetta mætti mæla til þess bara með því að kanna fjölda þáttakenda og einmitt bera saman samsetningu þeirra við samsetningu borgarbúa. Svo þessi ekki bara púra tala, heldur væri sem verið að skoða sem þetta representatífur hópur. Markmið 2 væri að tryggja gegnsæi ferla og þá vorum við að hugsa hvernig væri þetta að mæla þetta. Þetta svona svolítið háleitt markmið að gera hlutina vel, svolítið óljós hvernig við ætlum að mæla það, en þá bara svona einfaldir hlutir eins og að ferlinni séu þá skýrir fyrirfram. Það væri bara svona skýr rammi hvernig hlutin virki, en það kannski svolítið erfitt að mæla er það að virka og þá veldum við til dæmis upp að það væri hægt að vera með einhvers konar ánægjuvottorð til dæmis. Það var hægt að senda út í gegnum þjónustukannanir, bara athuga líður fólki vel með þessi lýðræðislegu ferli sem boðið upp og einhvers konar einhver ambugur þarna á. Vegna það svolítið erfitt að meta einmitt fólk bara kvarta eða er það svona svolítið grunnt eða svolítið dýbráði. Síðan markmið 3 svolítið ættið markmið 2, töluðum að það hefur verið svona skilvirk svörun. Og þá erum við að hugsa að oft það sem að íbúar taka þátt í einhvers konar lýðræðisverkefnum og síðan svona týnist verkefni einhverjar. Vitum ekki nákvæmlega hvar það við sendum inn einhver ábending og hún einhvern bara horfin. Svo það væri gagnlegt að það verði að fylgja eftir hvar málin eru í ferlunum og síðan líka það væri kannski svolítið eins og þú ert að panta pakka á netinu og þá sérðu bara, þú fær bara svona tracking-númer og sérðu í hvaða höfn pakkiðin og oft að lokum þegar þú ert búin að fá pakkan eða átt að vera búin að fá pakkan, að þá staðfestur já, fyrir mér málinu lokið og getur sagt hvort að viðkomandi hafi verið ánægður með úrvinnslu málsins eða hvort að það vantar eitthvað. Svo þetta svipað eins og þessi úrvinnslu eða áfrýjunar hugmynd sem kom hann í síðasta hóp. Ákaflega frábært, Martin. Takk fyrir þetta. Og þetta auðvitað rétt, þú nefnir þarna kannski dálítið svona stór, mikil markmið sem erfitt að mæla, en þá einmitt áhugavert að horfa til þess og geta samsettir mælikvarða stutt okkur eða einhvers konar vog. Þetta bara mjög gagnlegt að fá þetta upp á yfirborðið. Í hópi 2 var Dögg áðan. Dögg, viltu halda áfram og svona stikla stóru? Hvernig gekk hjá ykkur núna? Jú. Þetta voru bara mjög spennandi samræður. Mér fannst ég ekki alveg ná endur öllum punkturum niður. Það aftur byrjað að búið hjá mér, bara posta þessu á tjatti til allra. Fyrsti punkturinn sem sagt bara auka þátttöku sem flestra, þessi svipar mitt hjá hópi 3. En að hafa þá bara mjög skýra kosti og tengja það beint við hagsmunahópa líka. Þannig að þetta sé svona skýrt að þeir sem koma að ákvörðunum líka þeir sem hafa hagsmuna gæta. Og mælingin væri þá bara að mæla þáttöku og bera það saman fyrir ár. Númer 2 hjá okkur var að reyna að ná til breiðari hóps íbúa til dæmis stafrænum lausnum og að sýna borgurum fram á að það borgi sig að taka þátt. Borgurum verður að vita af hverju á ég að eyða tíma mínum í þetta. Það verður að vera skýrt. Verður að vera einhvers konar gulrót kannski.
þú sért í raun að græða, þú sjáir það borgi sig að taka þátt. Það mætti mæla líka með viðhorfskönnunum og síðan bara hversu margir taka þátt og finnst að borga sig að gera það. Og síðasti punkturinn snerist að fræðslu, að það þyrfti líka samfara þessu að vera inn í lýðræðisstefnunni markmiðu fræðslu í borgaralegri þátttöku og lýðræði. Og þá væri hægt að hugsa það sem skólaverkefni eða líka bara fræðslu fyrir alla. Það voru okkar punktar. Ég alveg viss sem ég gleymdi einhverju. Það getur kannski einhverjum hópnum bara skrifað inn í chat eða eitthvað svona. Já, algjörlega endilega gerir það. Þetta bara mjög gagnlegt og sérstaklega þarna með fræðsluna. Það eitthvað sem væri mjög gagnlegt að skoða og horfa til í auknu mæli. Í hópi 4 var Ásta áðan. Ásta, hvernig gekk á ykkur? Svona síðasti hópurinn sem verður nú að tala hérna í kvöld. Já, ég skal bara byrja svo getur einhver bætt við. Við varum ekki alveg búin að loka þessu. En fyrsta markmið sem við vorum komin sterkt í gegnum fylgislu áðan að búa til þessa físísku snertifleti inn í hverfunum og þannig verði tryggt að það sé náð til allra og ólíkra hópa. Og þá erum maður nær, við rætum jafnvel einhver svona litla bæjarstjórn inn í hverfunum sem þá í meiri tengslu við nærumhverfið og baklöndin inn í skólunum, inn í félagsmiðstöðum aldraðra og svo framvegis. Og markmið númer 2 að bæta og einfalda allt netsamráð og upplýsingagjöf en að það sé ein gátt og alls ekki stóla á Facebook. Það var líka bent að það í okkar hópi að með því að vera að setja alltaf meira og meira á Facebook þótt að það sé ekki ábyrgð borgarinnar þá verið að beina athyglinni frá kannski öðrum gáttum þá ekkert að gerast þar og þannig að ef það er búið að einfalda þessar gáttir og þá bara byrja að rýta eftir öllum á eina miðlæga gátt, mjög mikilvægt. Og síðan rættum við eins hvernig hægt að nota, ef það er búið að ákveða hvað eru mikilvægar lýðræðisgáttir þvert á svið borgarinnar að það sé þá haldið áfram að betrumbæta og komið á svona umbótamenningu. Þannig að sé ekki bara komið á einhverju kerfi og svo sé það ekki bætt heldur fundið upp eitthvað nýtt. Og við erum með kannski einhverju stoðir sem væri hægt að byggja þá utanum betur. Eins og ég held hverfismiðstöðurnar, íbúaráðin, hverfaskipulag að gera þetta bara öflugra í staði fyrir að halda að við þurfum að finna eitthvað nýtt. Og ég bæti ykkur við. Þetta bara aldeilis fínt, bara kæra þakkir Ásta og auðvitað, ég þakka ykkur öllum fyrir auðvitað þessa vinnu hérna. Þið verið að afsaka, við erum búin að fara eins yfir tíman sem við töluðum Við vorum reynda búin að svona gefa það í skyn og það myndi nú líklega að gerast. En þetta búið að vera alveg bara framúrskarandi vinna og ég vil bara aftur þakka ykkur öllum kærlega fyrir. Margt mjög áhugavert sem hefur komið fram hér. Ég held að hér á þessum fundi hafi virkilega verið fólk sem svona hefur virkilega skoðun á þessum viðfangsefnum sem við erum að ræða hérna í dag. Byrjum á því hérna í kynningunum áðan að tala að nýta auðvitað núverandi innviði, ekkert alltaf að vera að finna upp hjólið. Við þurfum að miðla því betur, hvað við erum að gera, bæta það sem fyrir tryggja ferlarnir virki og við erum svo sannarlega í þeirri vinnu núna í tengslum við þessa stefnumótun að það auðvitað að skoða það hvernig borgarkerfi getur stillt sig betur af með kannski frekar einföldum ferlum sem virka og ekki á mörgum. Þetta nú bara svona örfáu punktar sem mig langaði svona að draga fram. Fræðslan eitthvað sem kannski eitthvað sem mætti bæta verulega í til þess að samhliða svona aukinu upplýsingagjöf lýðræðismál. Svona í lokin þá langaði mér kannski bara aðeins að tala næstu skref. Þegar að vinnu við stefnuna lokið og drög liggja fyrir að þá erum við að horfa til þess að það geti gerst í janúar, febrúar og þá náttúrulega bara ekkert nema æskilegt að það fari í umsóknarferli þar sem við getum aftur gert þá athugasemdir eða komið okkar sjónarmiðum á framfæri og ég ætlaði kannski að setja hérna ef þið hafið ekki gert það nú þegar sem heyrist nú að nokkru hópar hafa gert
setti ykkar umræður inn á netspjall fundarins að þá mætti gjarnan senda henni Sigurlaugu Önnu sem hefur nú verið að hefur stýrt þessu verkefni hérna hjá borginni í samráði við stýrihópinn mótun nýrrar lýðræðisstefnu. Við myndum gjarnan senda henni í rauninni þessar hugmyndir og þessi sjónarmið sem hafa komið fram hérna í þessari hópavinnu. Aftur og kannski bara í lokin, þakka ykkur aftur kærlega fyrir og þetta samtal sem hefur farið fram hér í kvöld sannanlega mikilvægt innlegg í þessa vinnu og við höfum líka netföngin ykkar sem skráðu ykkur á þennan fund og við munum líka leyfa ykkur að fylgjast með bara framvindu málsins. Klukkan núna 9:10 og ég vil bara þakka fólkinu sem með mér hérna í salnum fyrir frábæran fund. Ég held að þetta bara gengið afar vel fyrir sig og eigið bara gott kvöld og takk fyrir.